Pétur Gunnarsson, gjörðu svo vel. Formaður, ágætu félagar. Ég vil svara honum Gísla Tryggvasyni. Það er rétt að samningur frá 1993 Evrópska efnahagssvæðið fól í sér fullveldis afsal eða framsal til þessara alþjóðlegu stofnunar. Það er alveg rétt að það gerðist á sínu tíma. En hvaða möguleikar voru þá í stöðunni? Þáverandi forseti vildi ekki beita 27. grein stjórnarskrárinnar þrátt fyrir áskoranir frá mörgum. Hin leiðin var svo að rjúfa þing og efna til kosninga. Hvorugt var gert. Þetta segir okkur náttúrulega heilmikið afstöðu ríkisins og stjórnmálamanna til stjórnarskrárinnar og hvernig þeir koma þannig fram. Þannig að það er rétt. Það sem ég var að segja hins vegar, að við höfum ekki þurft að lögfesta ákvæði til þessa framsal ríkisvalds til alþjóðlegra stofnana og eins og verið að gera núna af sérstöku tilefni. Ég tel ekki tímabært að við gerum þetta í ljósi þess að þjóðin hefur ekki tekið afstöðu til Evrópusambandsins. Það er óljóst. Ef við gerum það, ef þjóðin vill það, þá verður tekin afstæða til þess og allir verða að lúta því, niðurstöðu þjóðarinnar það efni. Varðandi þessi mál sem að þessi upptalning hjá honum félaga mínum Ómari, þá er ég nú ekki sammála honum. Auðvitað eigum við að hafa mikil samskipti við önnur ríki ýmis mál, hvort sem við verum í Evrópusambandinu eða ekki. Það er alveg ljóst og höfum haft mikil samskipti. Það var tekið sem dæmi alþjóða hvalveiðiráð. Ástæðan fyrir við hefðum getað mótmælt hvalveiðibanni á sínu tíma, eins og Norðmenn gerðu og Japanir. Við gerðum það ekki. Auðvitað verðum við að nýta okkur þær heimildir sem við höfum í þessum samningu sem við gerum við erlend ríki og ef við gerum það ekki, þá er ekki hægt að líta á það sérstaklega sem fullveldis afsal. Að lokum vil ég benda á það að ég hef ekki fengið fullnægjandi skýringar á því hvers vegna þetta er sett inn í þetta áfangaskjal undir lið stjórnarskráin að óskrifuð reglum framsal geti verið heimilt að fullnægðum eftirfarandi skilyrðum. Gísli réttilega benti á það og tók undir með mér að þetta ætti ekki heima þarna og að þetta hefði í raun og verið, hann sagði það vísu ekki en ég held í fram, þetta hafði enga réttarlega þýðingu og mér þetta væntu það að heyra frá nefndarmanni eða formanni nefndarinnar eða varaformanni hvernig stendur á því að þetta er í þessu skjali. Takk fyrir.